Ja, góðan daginn og verið velkomin á þessa uppgjörskynningu á ársuppgjöri Kviku fyrir 2023. Við Eiríkur fjármálastjóri ætlum að rúlla í gegnum kynninguna fyrir ykkur. Ég ætla að byrja svona á að stikla á stóru yfir sviðin og svona helstu atriði á síðasta ári og svo ætla Eiríkur að koma og fjara yfir fjárhagsliðina og svo ætla ég að koma aðeins í restina og segja ykkur svona frá því hvernig við metum stöðun í dag og horfunar framundan. Það þannig að þetta aðeins, ég vona að þetta verði ekki ruglandi en ársreikningurinn núna settur fram aðeins öðruvís en áður vegna þess að TM tekið út úr hinum hefðbundna reikningi og heildarafkoma félagsins, hún flokkast undir liðnum eignum haldið til sölu. En ef við horfum á samstæðun í heild og með TM að þá var hagnaður fyrir skatta á árinu rúmlega 5,2 milljarðar króna. Það þýðir að arðsemi efnislegs eigin fjár fyrir skatta var 12,1% á árinu sem talsvert undir markmiðum félagsins og arðsemi á síðasta ársfjórðungi var 13,9%. Við höfum nú verið nær markmiðunum ef ekki hefur komið til stórar niðurfærslu í lánasafninu. En engu að síður var þetta ár sem var kannski dálítið undir okkar væntingum. Vaxtatekjur voru samt að aukast milli ára 13% og við sáum mikið vöxt í lánabók sem mjög jákvætt, líka svona þegar við horfum fram á við. Þóknanatekjur voru lækkuðu milli ára 8% og þar skiptir talsvert miklu máli hvernig markaðsaðstæður eru búnir að vera. Og við sáum svona aðeins breytingu á þessu kannski helst í síðasta fjórðungi og meðal annars vegna þess að þá var Straumur, greiðsluþjónustufélagið okkar komið inn að fullu sem farið að skila umtalsverðum þóknanatekjum. Nú fyrir utan TM þá voru fjárfestingartekjur bankans á árinu 442 milljónir. Rekstur TM síðan var framúrskarandi í raun og veru á árinu. Það að segja sérstaklega tryggingaparturinn, samsett hlutfall 93,6% sem er besti árangur af öllum tryggingafélagunum. Við vorum að sjá talsverðan vöxt milli ára í tekjum 12% og svona arðsemi á fjárfestingarsafnið var lengi framan af dálítið undir væntingum en lagaðist aðeins í árslok og var yfir árið 6% sem auðvitað aðeins lægra heldur en við höfum gert okkur væntingar Nú salan á TM síðan bara í undirbúningi eins og við höfum sagt og nú ekkert nýtt að frétta þar. Við erum þá að gera ráð fyrir að sölunni lúki á öðrum eða þriðja ársfjórðungi og við erum svona með væntingar einhvern tímann á mánaðamótunum mars, apríl að þá getum við komið svona með aðeins update á stöðunni. Það sem ég myndi segja almennt árið að þá einkennist það svona dálítið af neikvæðri þróun á flestum sviðum, sérstaklega framan af. Það sem við sáum síðan voru síðan nokkuð skýr merki viðsnúning á síðasta fjórðungnum. Við erum með yfir árið í heild þá erum við með vöxt í vaxtatekjum en hann hefði í raun og veru verið miklu hærri ef það hefði ekki verið fyrir örar vaxtahækkanir framan af ári og þegar þær hættu að þá sáum við umtalsverða aukningu í vaxtatekjum í fjórðungi. Sama með þóknunarmyndun og þið sjáu þetta betur þegar Eiríkur fer yfir tölunar á eftir að hún dróst umtalsvert saman á árinu miðað við árið á undan en aftur þá sáum við að hún jókst talsvert í síðasta fjórðungi bæði vegna aðeins betri markaskilara og svo eins og ég nefndi áðan þá erum við farin að sjá dálítil áhrif af rekstri Straums og ýmislegt annað. Fjárfestingartekjur í samstæðinu voru framan að langt undir áætlun en voru svo prýðilegar í síðasta fjórðunum eins og hjá TM náttúrulega fyrst og fremst. Við vorum líka að sjá mikinn vöxt í kostnaði á fyrri helmingi ársins sem af ýmsum ástæðum. Við vorum náttúrulega fjárfesta mikið í nýjum afurðum en við fórum síðan eftir miðbik ársins í hagræðingaraðgerðir og okkur tókst að stöðva þennan vöxt í kostnaði og rekstrarkostnaður bankans til dæmis var lægri á seinni hluta ársins en á þeim fyrri ef það tekið tillit til einskiptiskostnaðar sem nú bara ákveðið
ég segi ekki afrek, en það ákveðin áfengi í ljósi þess að verðbólga mikil og launahækkanir voru umtalsverðar á árinu. Þannig að fjórði fjórðungur hefði verið nálægt arðsemismarkmiðum okkar ef það hefði ekki verið fyrir þess að talsvert stóru niðurfærslu á tilteknu láni sem voru auðvitað vonbrigði, en við sjáum ekki að hafi áhrif á horfur okkar fram á veginn. Þó rekstur ársins hafi kannski verið undir áætlun, þá náðist mjög góður árangur hjá okkur á mörgum sviðum. Við vorum að horfa á að ávöxtun verðbréfasjóða kviku eignastýringar hafi verið svo besta í raun og veru á markanum. Markaðsviðskiptum voru að auka markaðshlutdeild sína og voru með mestu markaðshlutdeild í skuldabréfum af öllum. Við sáum mikinn og mjög jákvæðan viðsnúning í rekstri bresku starfseminni okkar, sérstaklega í útlánastarfseminni, það sem var mjög góð vöxtur og það var gjörbreyting á vaxtamuninum, þannig að við erum að sjá miklu meiri arðsemi af þeim rekstri núna. Almennt má líka að segja að mjög vel hafi gengið í útlánastarfseminni almennt og mjög góð vöxtur í öllum okkar lánabókum og vaxtatekjum. Sjálfbærni einhvern okkar hjá Reitum hækkaði milli ára sem endurspeglar aukna áherslu á sjálfbærni hjá bankanum. Og svo var það stóra áfengið þetta, bankinn getur núna boðið upp á flesta bankaþjónustu í gegnum Aur og orðin eitt stærsti aðilinn á íslenskum greiðsluþjónustumarkaði með tilkomu Straums. Ef ég tæpi á því helsta varðandi einstök svið og byrja á viðskiptabankasviðinu, þá var þetta mjög svona viðburðaríkt ár. Við sáum bara mikinn vöxt bæði á útlánasviðinu og í innlánum. Lykill var að ganga mjög vel, Auður átti náttúrulega frábært ár þar sem við vorum að horfa á 50% vöxt í innlánum og yfir 40% vöxt í viðskiptavinum. Þetta varð aðeins til þess að við lögðum minni áherslu á að sækja fyrirtækja innlán og þau lækkuðu á móti þess að heildaraukningin í innlánunum 19%. Netgyro átti mjög gott ár, fór yfir 5 milljarða í lánabók í fyrsta skipti og var að skila mjög góðu ári. Við settum Aurastað sem var komið 27.000 kort núna, debetkort núna áramótin. Við teljum okkur eiga samt mjög mikið inni þar að auka, vitund að það sé hægt að sækja bankaþjónustöðana og við erum bara að vinna í því. Straumur, það verkefni að stofna nýtt greiðsluþjónustufyrirtæki gekk fram á vonum, var ótrúlega vel heppnað. Við byrjuðum að taka inn viðskiptavenni í öðrum ársfjórðungi og í árslok vorum við komið með eins og var stefnt 25% markaðshlutdeild á íslenskum greiðsluþjónustumarkaði og við erum að sjá bara mikla eftirspurn eftir þjónustu Straums. Reksturinn skilaði hagnaði á árinu þó að tekjurnar hafi aðalega myndast á seinni partinum og við erum að sjá bara mjög gott run rate í samræmi og áætlanir hjá okkur núna hjá því félagi. Fyrirtækjum og mörkuðum, það sama í gegnum sneitt, þá þetta bara prýðilegt ár miðað við aðstæður. Það gekk mjög vel í lánastarfseminni. Við vorum að stækka lánabókinu 30% og það var fyrst og fremst í fasteignalánum, þannig að þetta eru það sem maður myndi kalla mjög trygg lán og mjög flott lánabók. Við vorum að sjá vöxt í gjaldeyrismiðlun 20% milli ára, vorum að bæta talsvert við okkur af viðskiptavinum þar og svo vorum við að glíma aðeins við erfiðar markaðsaðstæður sérstaklega á hlutabréfamarkaði en markaðshlutdeildin okkar var mjög fín á síðasta ári og vorum með mestu markaðshlutdeild í skuldabréfum og 15,4% markaðshlutdeild í hlutabréfum. Í eignastýringunni, það litaðist dálítið af markanu líka, en við náðum samt að auka eignir í stýringu 8 milljarða og enduðum á 470 milljörðum í árslok. Og við erum auðvitað að finna dálítið fyrir þarna var mikil lækkun milli ára á þóknunum, að einhverju leyti umsýslu þóknanir, en stærsti hlutin var kannski árangurstengdar þóknanir sem voru mjög litlar á síðasta ári. En eins og ég sagði áðan þá var ávöxtun sjóðanna mjög flott hjá okkur og það auðvitað mjög mikilvægt upp á frekari vöxt þarna sem við erum að nýta okkur auðvitað til þess að auka eignir í stýringu og við sáum aðeins að eignir voru byrjar að aukast á síðasta ársfjórðungi og vonum að það haldi áfram á þessu ári. Eins og ég nefndi áðan þá bara Bretland, þar búið að vera mikill viðsnúningur, við erum búin að sjá mjög góðan vöxt í lánabókinni. Credit quality er mjög flott
og vaxtamunurinn fór úr því að vera í ársbyrjun eitthvað bara nálægt 2% upp í 4%, sem snýrist það eins og ef einhverju mun eftir að við náttúrulega þegar vextir byrja að hækka í Bretlandi, að þá þurfti smá tíma fyrir okkur að koma því út í verðlagið á útlánabókinni, en það eiginlega bara komið núna í árslok, þannig að við erum vonaði að eins og árið í ár verður umtalsvert betra í Bretlandi heldur en var á síðasta ári. Við gerum náttúrulega ákveðna breytingar þarna í árslok, og Richard Bienstock sem var áður forstjóri Ortus, hann orðinn forstjóri yfir Kviku í UK, og samhliða því þá erum við að leggja ennþá meiri áherslu á að skapa aðra tekjur heldur en bara vaxtatekjur. Erum að fara af stað með erum að skoða að fara af stað með nýjan sjóð þar, og þar að auki þá höfum við líka verið að gera ýmislegt í því að samþætta betur starfsemina. Við erum að flytja fjárhagsvinnu hingað til Íslands og líka meira á áhættustýringunni, sem hefur gert okkur kleift að fækka dálítið fólki þar núna í ársbyrjun, þannig að við erum að ná að lækka kostnað líka. Eins og ég sagði áðan, þá var tryggingareksturinn hjá TM, hann gekk bara, það ekki bara hægt að segja annað heldur en hann hefur gengið frábærlega á síðasta ári, og með samsett hlutfall upp á 93,6%, og kannski fyrir utan þetta sem ég var búinn að tala áðan tölunar, að þá var líka unnin frábær vinna í stefnumótun hjá TM á síðasta ári, sem var síðan til þess að það var aðeins breytt skipulag og farið í hagræðingaraðgerðir, og félagið í frábæru standi ef einhver vill kaupa. Og ég ætla núna að vippa þessu yfir til Eiríks sem ætlar að tala fjárhagsupplýsingar. Takk fyrir. Já, ég ætla að fara yfir uppgjör ársins 2023 og fjórða ársfjórðungs, og kannski fyrst að þá ber að nefna að það breytt framsetning eins og Ármann nefndi á ársreikningum og á uppgjörum samstæðinnar, og það þannig að þetta gert í samræmi við reikningsskilastaðla, en TM núna flokka sem eignhaldið til sölu, og það þýðir þá eftirfarandi að hreinar tekjur af tryggingu fara út úr reikningnum, það ekki lengur skilgreinda sem lína, og sem aðra tekjur og gjöld sem tengjast tryggingastarfsemi. Þannig að þetta ekki lengur að finna inn í vaxtatekjum eða fjárfestingatekjum samstæðunar. Eignir og skuldur sem tengjast TM eru sýndar sérstaklega á efnahag sem eignhaldið til sölu, og svo í þriðja lagi þá framlag TM til afkomu samstæðu samandregin í einni línu eftir skatta. Ef við skoðum afkomu ársins, að þá sjáum við að hreinar vaxtatekjur það námu 8.021 milljón króna á árinu, samanborið við 7.085 milljón króna árið 2022, sem að hækkuðu þá 13% á milli ára. Innlán þau jukust 20% á árinu og útlán jukust 27%, en árið einkenndist líka að miklum vaxtahækkun Seðlabanka Íslands, sér í lagi á fyrri hluta ársins. Hreinar þóknanatekjur þær námu 5.916 milljónum, samanborið við 6.414 milljónum árið áður, og lækkuð 8%, og helst ástæða þess að maður sérstaklega rekja til þess að tekjur í eignastýringu lækka á milli ára. Það er svona helsta skýringin. Hreinar fjárfestingatekjur, og hér notabene er TM ekki inni, þetta er kannski svona stærsti liðurinn sem stærsta breytingin á milli ára. Hreinar fjárfestingatekjur eru 442 milljónir króna, samanborið 278 milljón króna árið áður. Það er 59% aukning. En þess ber að geta að afkoma fjárfestinga hjá TM, sem er þá í neðstu línunni, að hún var 999 miljónir króna yfir árið, og samanborið við 207 milljón króna tap árið áður. Rekstrartekjur í heildina voru 14.852 milljónir, samanborið við 14.479 milljónir króna árið 2022, sem er 3% aukning á milli ára. Rekstrarkostnaður var 10.785 milljónir, samanborið við 9,9 milljarða árað undan, sem er 19% aukning á milli ára. Og þessi kostnaðurinn skýrist meðal annars vegna þess að við höfum verið að ráðast í fjárfestingar, til dæmis í straumi og í aur,
og en tekjur af þessum einingum fór ekki að skila sig fyrir seinni hluta síðasta árs. Einnig kemur til að starfsemi Ortus í Bretlandi var bara inn í hluta ársins 2022, sem kom inn þá 1. mars 2022, þannig að það er ekki alveg sambarlegt, það er ekki alveg sambarlega að stærðir hérna á milli ára. En enga síður þá var gripið til kostnaðarhægra þess að seinni hluta ársins og starfsfólki í Kviku fækkaði 17 frá miðju ári og 21 í samstæðinu ef TM talið með. Nokkuð drógu kostnaðarhækkunum á seinni hluta ársins og voru þær 9% ef við horfum á fjórða ársfjórðung með fjórða ársfjórðung 2022. Og svo rétt að geta þess að laun þau hækkuðu að meðaltali rúm 8% sem er svona í samræmi við almenna verðlagshækkanir og hækkanir og launahækkanir á almennu markaði. Virðisrýrnun, hún var 1 milljarður króna, samanborið 567 milljónir króna árið áður og skýrist munurinn aðalega af einskiptisvirðisrýrnun á fjórða ársfjórðungi upp á 530 milljónir króna sem er tilkomin út af einni lánveitingu sem að, eins og Ármann sagði, er náttúrulega vonbrigði. Hagnaður eftir skatta á áframhaldandi starfsemi er því 2,3 milljarðar samanborið við 4.353 milljónir árið áður, en hagnaður af eignum hald til sölu, þar að segja TM, er 1730 milljónir, samanborið við 560 milljónir króna árið áður. Og er þessi munur þá bæði vegna bættrar tryggingastarfsemi, mjög gott samsett hlutfall, 93,6% á síðast ári, en einnig vegna mun betri afkomu af fjárfestingum og munar þar 1200 milljónir króna milli ára. Hagnaður samstæði eftir skatta er því 4.034 milljónir krónur, samanborið við 4.913 milljónir árið undan, sem er 17% samdráttur milli ára. Og arðsemi efnislegs eiginfjár fyrir skatta var 12,1%, samanborið við 13,1% árið 2022. Og ef við skoðum þá fjórða ársfjórðung sérstaklega og förum beint í hreinar vaxtatekjur, að þá sjá að hreinar vaxtatekjur eru 2.331 milljónir króna, samanborið við 1.678 milljónir króna á fjórða ársfjórðungi 2022 og hækkunin þar er 39% á milli ára. Hækkun á milli ára var 13% en í fjórða ársfjórðungi þá er það 39%. Og þetta skýrist einna helst að því að seinni hluta ársins þá hætti Seðlabankinn að hækka vexti allan að tímabundið og þar með hætti vaxtakostnaður innlána að hækka með jafn örum hætti og hann hafði gert á fyrri hluta ársins. Og þar fyrir utan var góður vöxtur á lánasafni bankans sem hafði jákvæð áhrif á vaxtatekjurnar. Hreinar þóknunartekjur voru 1.578 milljónir króna, samanborið við 1.541 árið áður. Hreinar fjárfestingartekjur voru neikvæðar 11 milljónir króna, samanborið við 33 milljónir króna hagnað árið 2022 og hreinar rekstrartekjur voru rétt rúmlega 4 milljarðar á fjórða fjórðungi, samanborið við 3,4 milljarðar árið undan. Afsakið þetta. Rekstrarkostnaður á fjórða ársfjórðungi, hann var 2.779 milljónir, samanborið við 2.552 milljónir, sem er 9% hækkun á milli ára og sem er talsvert minni aukning heldur en yfir árið í heild. En svo kemur virðisrýrnun á fjórða ársfjórðungi sem er 827 milljónir, samanborið við 389 milljónir árið undan og skýrist aukningin aftur af þessari virðisrýrnun af einni útlánaáætlun upp á 530 milljón króna á fjórða ársfjórðungi. Og ef ekki hefði komið til hennar þá hefði afkoma ársins verið betri það sem það nemur. Hagnaður á TM, þessast eignum hald til sölu, var 914 milljónir, samanborið við 1.005 milljónir árað undan á fjórða ársfjórðungi og afkoma fjárfestinga TM var 784 milljónir á fjórða fjórðungi, samanborið við 625 milljónir á fjórða fjórðungi 2022. Hagnaður samstæðina eftir skatta nár 1.502 milljónum, samanborið við 1.711 milljónir á fjórða ársfjórðungi árað undan og lækkar 12% milli ára. Arðsemi efnislegs eiginfjárs
fyrir skatta var 13,9% á fjórðungnum samanborið við 15,3% fjórðungi 2022. Og já, ef við skoðum þá vaxtatekjurnar, þá eins og segir, þá eru, ef við skoðum hérna brúna, þá eru vaxtatekjurnar að aukast 936 milljónir króna á milli ára. Vaxtatekjur útlána eru að aukast 5,8 milljarða en vaxtakostnaðar vegna innlána aftur á móti eru að aukast 5,5 milljarða króna á móti. Og kannski hérna sjást ágætlega þessi áhrif sem voru nefnd áðan að varandi vaxtahækkanir Seðlabankans, að þær eru að skila sem mun örar inn í fjármögnunarkostnað, sérstaklega í innlánum. Og það er 4,9 milljarðar tæplega sem að skýrast af vaxtahækkunum árum í vaxtakostnaði vegna innlána, en 3,2 milljarðar tæplega sem að vaxtahækkanir almennt að skila sér í auknum vaxtatekjum á útlánum. En þessi þróun vaxtaþróunin var okkur hagfelld á síðasta ársfjórðungi, sem að sést að vaxtamur, hann var 3,9% sem umtalsvert hærra heldur en ársfjórðungun undan. Hann var 3,2% á þriðja ársfjórðungi. Og þið sjáu hérna, ef við skoðum þróun á milli ársfjórðunga, að þá er rauninni raunar vaxtatekjur að aukast á öllum sviðum. Bæði viðskiptabanka, í fjárfestingabanka, þarna inni það er náttúrulega bæði er aukning á útlánum og sem og lægri vext, stöðugri vextir hafa jákvæð áhrif, og svo er líka ákveðin viðsnúningur inn í Bretlandi eins og Ármann fór yfir áðan. Þóknanatekjur lækka 500 milljónir króna á milli ára, skýrist einhvern lækkandi þóknun í eignastýringu og einhverju leyti í fyrirtækjum á mörkuðum, en afkoma þessara sviða lítast af erfið árferði á verðbréfamörkuðum innanlands framan ári. Nokkuð viðsnúningur var á milli 3. og 4. ársfjórðungs og hækkuðu þóknanatekjur 19% á milli fjórðunga. Bæði er þetta vegna meiri þóknunar í eignastýringu vegna batnandi markaðsaðstæðna og vegna aukinna afkomutengdra þóknunar. En einnig er þetta á viðskiptabankasviði og það er sérlega vegna þess að greiðslumiðlunarfyrirtæki fyrirtæki Straumur hóf starfsemi á öðrum ársfjórðungi og var komið með það byrð 25% markaðshlutdeild í lok árs. Og þið sjáu hérna hvernig hefur verið góður vöxtur í þóknunum á viðskiptabankastarfsemi frá rauninni allt árið í fyrra. Voru 267 milljónir á fyrsta ársfjórðungi en voru komin upp í 420 milljónir á fjórða ársfjórðungi. Fjárfestingartekjur, þær aukast aðeins á milli ára, fara úr 278 milljónum í 442 milljónir. Kannski stærsta áhrifavaldinu þarna var að og náttúrulega hér er TM ekki inni eins og á fyrri árum, en á öðrum ársfjórðungi þá var hagnaður hjá Kviku vegna eignarhluta bankans í Keresis upp á 899 milljónir króna. En aðri liður höfðu neikvæð áhrif á fjárfestingartekjur og einkenndust af erfiðu árferði á hluta og skuldabréfamörkuðum. Afkoma aftur, og það er ekki hérna inni, en afkoma fjárfestingar hjá TM yfir árið var 999 milljónir, samanborið við 207 milljónir króna tap árið 2022. TM, en aftur TM bara frábær afkoma hjá TM, sérstaklega ef við horfum á tryggingarhlutann, samsett hlutfall á síðasta ári 93,6% sem er bara frábær árangur. Arðsemi af fjárfestingum 6% á síðasta ári sem bara vel viðunandi þegar horft til hvernig markaðsaðstæður voru almennt séð. Hagnaður, hérna er hagnaður búið að taka aðlagan hagnað, búið aðlagan fyrir afskriftum vegna kaupverðsútdelinga og áhrifa af skuldabréfasafni, og þá var hann 2,3 milljarðar fyrir skatta og arðsemi mælt á þennan mælikvarða er 17% á síðasta ári. Og svo er gjaldþolshlutfall samstæðunar, það er 1,53 í árslok.
hjá TM, ekki samstæðar. Kostnaður, enn og aftur, kannski sést hér að starfsfólki þess að fækkað 21, það var gripið til kostnaðar hagræðingar á seinni hluta ársins og starfsfólki fækkað 21 þegar í samstæðinni ef TM talið með og í Kviku var þetta fækkun upp á 17 manns. Og þær hafa rauninni skilað þeim árangri að það hefur dregið úr kostnaðarhækkunum og eins og Ármann sagði benti á áðan að þá var rauninni kostnaðurinn á seinni hluta ársins var lægri heldur en á fyrri hluta ársins ef tekið tillit til einskiptisliða sem tilkomi meðal annars vegna uppsagna, starfsloka, forstjóra og framkvæmdastjóra og annars slíks. Eigið fé, við höfum gríðarlega sterkt eigið heildar eiginfjárhlutfall er 22,6%. Það bættist aðeins við eiginfjárhlutfall af þætti 2 eða tier 2 eigið. Við fórum í víkjandi útgáfu í lok síðasta árs sem styrkti þessa stöðu og það var til að fjármagna meðal annars víkjandi skuldabréf sem er til uppgreiðslu núna á öðrum ársfjórðungi á þessu ári. Og annars lækkaði aðeins eiginfjárhlutfall af þætti 1 og það er meðal annars tilkomið vegna vaxtar í lánabók félagsins á tímabilinu. En enga síður þá er eiginfjárhlutfallinn vel yfir kröfum eftirlitsaðila og bara í mjög góðum málum yfirleitt þar. Það er kannski rétt að benda hins vegar á að í mars núna, í næsta mánuði, að þá munu eiginfjárkröfur bankans hækka 0,5% eða 0,4% eða búið að reikna þær á áhættugrunn Kviku og það er vegna hækkunar á sveiflujöfnunarauka. Lausafé, það er bara gríðarlega sterkt eins og hefur verið á undanförnum misserum og er lausafjárhlutfallið, LCR hlutfall 247% og hlutfall stöður á fjármagnar 141%. Og laust fé er eitthvað staðar í kringum 76 miljardar og það er um 20% af eignum bankans. Útlánagæði, og við vorum kannski búin að minnast á þetta, en niðurfærslu aukast á fjórða ársfjórðungi aðalega vegna 530 milljón króna sérstakrar niðurfærslu vegna stakrar innlendar útlánaáætlun. Kannski rétt að benda á að þessi útlánaáætlun, hún var með margvíslegum veðum, þar með talið í fasteignum og lóðum, en einnig í skráðum og óskráðum hlutabréfum. Og niðurfærslan er tilkomin vegna þess að veður rýrnuðu á fjórða ársfjórðungi sem gerði endurheimtu útlána ólíklegri en áður. Að framangreindri niðurfærslu frátalni eru engar markverðar breytingar á útlánaáhættu í fjórðungnum. Og kannski rétt að nefna að eldvirknin nálægt Grindavík hefur ekki haft teljandi áhrif á niðurfærslu þörf Kviku og Kvika er með litla fyrirgreiðslu til fyrirtækja og einstaklinga á því svæði. Lán til viðskiptavina. Lán til viðskiptavina aukast 29 milljarða á árinu sem að jafngildir 27% útlánavexti og mesti vöxturinn var aðalega drifinn af fyrirtækjalánum sem eru tryggð með veði í fasteignum. Það var svona helsti vaxtabroturinn. En það var líka vöxtur á öðrum sviðum svo sem eins og í Líkli sem átti algjört metár á síðasta ári. Fjármögnun félagsins er gríðarlega sterk. Það er engar endurgreiðslur á lánum fyrir á næsta ári sem eru mjög hóflegar. Bankinn fór tvisvar í skuldabréfaútgáfu á erlendu grundu á síðasta ári sem voru bara mjög vel heppnaðar og bankinn mjög vel fjármagnaði bæði í íslenskum krónum sem og í erlendu gjaldeyrum. Bankinn er með góða lánshæfiseinkunn BAA2 með stöðum horfum frá Moody's. Og að lokum frá mér að við nú erum að birta uppfærð fjárhagsmarkmið. Við erum ekki lengur að birta fjárhagsmarkmið sem eru talin í krónum eða milljónum króna. Heldur erum við með markmið bara sem við setjum hérna fram
og kannski að fyrsta að arðsemi efnislegs eiginfjárs sé eða yfir 20%, þetta er arðsemi efnislegs eiginfjárs fyrir skatta, og til samanburða þá sú tala 13,9% á fjórða ársfjórðungi og 12,1% yfir síðast ár, þannig að það er ennþá verk að vinna þarna. Annað markmið okkar er að hafa eiginfjárhlutfall, capital adequacy ratio, 200-400 punkta yfir kröfum eftirlitsaðila, og við erum bara vel innan þeirra marka, við erum með 390 punktum yfir kröfum eftirlitsaðila í lok síðast árs. Og það síðasta er arðgreiðslustefna, að greiða 25% af hagnaði út í arð eða með endurkaupum á eigin hlutum, og á síðast árið þá var þetta hlutfall 59%, þar sem við greiðum bæði út arð og við keyptum tilbaka eigin hluti. Og þá ætlar Ármann að taka við aftur og fara yfir horfur á árinu 24. Já, hvað er þér? Já, mér langaði bara aðeins að taka nokkrar mínútur í að segja ykkur frá því hvernig við erum svona meta horfunar í ytra umhverfinu og okkar eigin rekstri. Við horfum aðeins fram á veginn. Ef ég byrja bara stuttlega á horfum í efnahagslífinu og þá sérstaklega á Íslandi og í Bretlandi, þar sem við erum með okkar starfsemi, þá má segja að við metum þær talsvert bjartari heldur en áður og heldur en eins og þetta hefur verið undanfarið 2 ár. Og við virðumst vera að sigla inn í umhverfi sem er jákvæðara fyrir rekstur bankans án þess að við séum eitthvað að spá einhverju gríðarlegu góðæri. Verðbólga er á niðurleið og ef svo fer fram sem horfir þá búumst við að vextir muni taka lækka árinu bæði á Íslandi og í Bretlandi, og það er svona í samræmi við spár og verð á mörkuðum í raun og veru. Og á sama tíma eru hagvaxtarhorfur mjög góðar á Íslandi og prýðilegar í Bretlandi, sem virðist alltaf ná svokallari mjúkri lendingu eins og staðan er núna, og þetta er náttúrulega dálítið svona betra umhverfi heldur en við höfum verið að horfa á undanfarin 2 ár, og flest sem bendir til þess að við séum að komast út úr þessu umhverfi hækkandi vaxta og hrapandi hlutabréfaverðs, sem hefur bara óneitanlega gert okkur mjög erfitt fyrir í rekstrinum, og það er bara hluti af business modeli, hvernig business model Kviku hefur verið en við sjáum núna fram á margvíslega jákvæða þróun hjá okkur vegna þessara ytra umhverfis. Það að vextir séu að hætta að hækka og jafnvel lækki ef það gerist, þá mun það auka vaxtatekjur hjá okkur á mörgum stöðum, og eins búist við eftirspurn eftir lánsfé muni aukast. Þannig að það ætti að vera auðveldara fyrir okkur að stækka lánabækurnar eins og planið er. Vaxtaþróunin, hún ætti líka að hafa áhrif á verðbréfamarkaði eins og hún er svo sem kannski aðeins byrjuð að gera, sem á að hafa jákvæð áhrif á þóknanamyndun í eignastýringu, markaðsviðskiptum og einnig í fyrirtækjaráðgjöf. Við erum einnig bjartsýn á fjárfestingartekjur sem hefur náttúrulega mikil áhrif eins og hjá TM, og þá ætti líka lægri verðbólga að auðvelda okkur það verkefni að draga úr kostnaði eins og við höfum verið að vinna að. Og fyrir utan ytra umhverfið þá held ég bara bankinn sjálfur standi mjög vel á flestum sviðum svona í upphafi árs. Við erum með mjög sterka eiginfjárstöðu eins og Eiríkur fjallaði áðan, og hún mun auðvitað bara eflast ef og þegar við seljum eða skráum TM. Við erum mjög vel fjármögnuð bæði í krónum og erlendum gjaldmiðlum. Við höfum verið að auka markaðshlutdeild okkar í markaðsviðskiptum. Eignastýringin hefur verið að sýna frábæra ávöxtun í erfiðu umhverfi þegar kemur að verðbréfasjóðum. Við erum mjög ánægð með lánabókin okkar eins og hún stendur og kreditkvalitíð þar. Við erum í fyrsta skipti komið með bankaþjónustu sem við getum boðið viðskiptaðunum upp á í gegnum Aur, og erum komið með mjög öflugt greiðslu þjónustu fyrirtæki í Straumi, sem er bara verða einna stærstu aðilunum í því á landinu. Og svo erum við eina fjármálafyrirtækið á Íslandi sem er með starfsemi erlendis í Bretlandi, og það er staða sem við ætlum að nýta okkur í auknum mæli til þess að búa til meiri tekjur. Við síðan, það er langtíma markmið bankans að ná
20% arðsemi á efnislegt eigið fé og fólk hlýtur að spurja sig í ljósi þess að það var 12,1% hérna á síðasta ári, hvernig við ætlum að fara því en staðreyndin er svo að við teljum okkur bara að vera í prýðilegri stöðu til þess að umbreyta arðsemi félagsins á næstu misserum. En það kallar á að við séum að bæta okkur á öllum sviðum og við teljum að það sé raunhæft. Við erum í raun og veru að horfa fram á núna umtalsverða aukningu í vaxtatekjum á næstunni og það er af ýmsum ástæðum. Vaxtamunur er bara átómatist að aukast talsvert ef að vextir allavega hækka ekki af því að við erum með við höfum náttúrulega bara verið að gjalda fyrir þessar vaxtahækkanir í lánasöfnunum okkar sem eru með cirka 12 mánaða líftíma. Það er bæði lausafjárreikninnar hjá okkur, það var auðvitað dálítið út í Bretlandi þó að það sé eiginlega algjörlega snúið við og síðan í neyslulánunum okkar líka. Við erum líka að nýta miklu betur erlendu fjármögnun bankans. Við töpuðum talsverðum vaxtatekjum á síðasta ári ef svo má segja af því að við vorum nánast yfir fjármögnun í erlendri mynt en við erum að nýta miklu betur erlendu fjármögnun í dag í útlánasafninu út í Bretlandi og erum líka nýbúin að greiða upp stóran flokk sem við gáum út í Skandinavíu og þetta hefur bara talsverð áhrif í vaxtatekjum. Eins er framvirkabókin okkar að stækka talsvert, hún var náttúrulega komin á mjög lágt level hérna á síðasta ári. Því fylgja auknar vaxtatekjur og svo erum við bara almennt að stefna skynsamlegum lánavexti í allri okkar starfsemi sem á að auka vaxtatekjur. Við sjáum líka að þóknanamyndun er að aukast og það er bæði vegna aukinna umsvifa á markaði og sjáum það í markaðsviðskiptunum auðvitað og í eignastýringunni. Við erum vongóð að sjá meira af árangurstengdum þóknunum á árinu og svo erum við bara að fá umtalsvert af nýjum þóknunum í gegnum straum eftir að það var sett af stað. Og síðan náttúrulega fjárfestingartekjur skipta okkur ennþá miklu máli og þar til að TM verður selt og horfuna þar eru talsvert betri núna heldur en kannski hefur verið undanfarin ár. En auðvitað er það aldrei á vísan að róa en við höfum svona væntingar til þess að fjárfestingartekjur verði sterkari heldur en að það hafa verið á undanförnum misserum. Við erum svo auðvitað stefnaði að halda niðurfærslum lána í lágmarki og líðum mjög vel með lánabókin okkar núna og þá erum við líka stefnaði eins og við komum fram áður að fara í enn áhættu minni lán eins og íbúðalán sem að mun hafa jákvæð áhrif á niðurfærslu hlutfall bankans. Þannig að við erum í raun og veru að stefna því bara að auka tekjur allstaðar, það er ekkert sérstaklega flókið og á sama tíma þá erum við að stefna því að vera með mikinn og erum með mikinn fókus og að halda kostnaði í skefjum. Við höfum verið að fækka fólki og við stefnum að því að fjölgun starfsmanna verði í lágmarki þrátt fyrir að við séum að auka umsvifin. Við eigum von á því að kjarasamningar núna verði skynsamlegri heldur en verið hefur undanfarið og með lækkandi verðbólgu þá verði allur annar kostnaður viðráðanlegri. Og við erum bara líka að leggja áherslu á að reyna að halda aftur af launahækkunum þó auðvitað þurfum við að standa okkur í því að borga hæfileikaríku fólki eins og við getum. En sem sagt, bottom line er að við höfum bara mikla trú að við munum ná arðsemismarkmiðum bankans á næstunni og vonandi munum við sjá skref í þá átt á næstu fjórðungum. Þetta var síðasta glæran, þannig að ég ætlaði bara að opna fyrir spurningar ef einhverjar eru. Nú, ef þær eru engar, þá bara þakka ykkur kærlega fyrir.